Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp á Húsavík. Húsavík þar sem allt að gerast og uppbygging bara hreinlega lykilorðið. Við ætlum aðeins að taka púlsinn á þessari uppbyggingu, til dæmis á Bakka, fáum góðan mann til okkar sem segir okkur allt það og við ætlum líka að vita hvernig ferðaþjónustan plumar sig í þessu breytta umhverfi hér á Húsavík. Nú, við fáum konu í heimsókn sem á nyrstu jörð á Íslandi, það að segja að því að þetta nú einu svona norðurþing. Og við fáum tónlistaratriði og sitt hvað fleira. Nú, ekki má gleyma að við fáum líka að vita hvernig atvinnuástandið hér þessar mundir. En við erum hér í Árbóli, gistiheimilinu, sem einu sinni var sýslumannshús og hjá mér eru hjónin sem reka þetta. Takk fyrir að taka á móti okkur og gera það svona fallega. Sýslumannshúsið, hver saga þessa hús? Það er byggt 1903. Friðað hús sem sagt. Já, einmitt. Já. Og upphaflega var hér söðlasmíði og bakari og svo hefur verið Hótel Húsavík og bara íbúðir og svo gistiheimili síðan 1991 held ég. Að þið eru ekki búin að reka þetta frá 91 eða hvað? Nei, við tókum við góðu búi 2013. Já. Hvað kom til? Af hverju? Ert þú hérna? Já, ég upphaflega úr húsinu hérna á móti. Nú? Afi minn og amma, þau bjuggu hérna. Já. Og byggðu það hús sem hérna beint á móti, þannig að... Hvað heitir það hús? Það er nú bara Óskarsvegur 5. Já, það hefur ekkert nafn. Aldrei verið nefnt neitt sérstakt, sko. En þau bjuggu þarna og foreldrar mínir bjuggu þarna fyrstu 3 æviár mín og síðan fluttum við suður en ég hélt alltaf tryggð við Húsavík, heimsótti afa og ömmu og svona og við höfðum alltaf þetta hús fyrir augunum hérna. Var þetta ekki mjög reisulegt og flott og þótti fínt á sínum tíma? Jú, manni fannst þetta alltaf stórt og mikið hús og hérna bjuggu svona virðuleg hjón á þeim tíma og sem að maður svona hefði bara ótt að blanda virðingu fyrir, sko. Hver voru það? Þau hétu Þuríður og Þormóður. Já. Bjuggu hérna á þeim tíma sem ég var að alast upp hérna. Já. En hér upp á vegg Hafstein sýslumaður. Já, það er náttúrulega löngu fyrir þann tíma sem hann bjó hérna, sko. Já. En það er alveg með að tekur eftir hvað góður andi í húsinu. Er þetta gamli andinn sem hefur fengið að vera? Já, ég hugsa það. Ég hugsa bara að öllum hafi liðið vel hérna og það bara fylgir húsinu. Það er mjög gott að vera hérna. Já, ég finn það er bara afslappandi. Já, það er það. Það er líka, sko, staðsetningin einstök út á ánni hérna í bakgarðinum og það einhvern veginn hefur svona róandi áhrif held ég líka. Fyrir það sem ekki vita, hvað heitir þessi á? Þetta er Búðará. Já, sem rennur í gegnum Húsavík. Það má ekki segja þetta sé lækur, sko. Nei, þetta tilkomum vikilega. Já. En við gætum alltaf eins átt von á öndum eða andapari hérna upp á svalirna til ykkar, eða hvað? Jú, það eru fastagestirnir okkar. Það heita einmitt Þormóður og Dudda eftir hjónunum sem bjuggu hérna sem lengst. En sætt. Já, en þau eru með fastar svona 3-4 máltíðir á dag hjá okkur. Já. Og vitið þið hvar þau eru að verpa, eða hún verpur? Sko, okkur grunar að sé bara hérna hinum megin við ána undir trjánum. Já. Þau eru mjög mikið þar undir, sko. Já. En 2013 þegar þið ákveðið þetta, þið komið þá hingað norður, búið í Garðabæ? Já. Það er svolítið langur vegur. Já, svolítið langt í vinnuna. Já, svolítið langt í vinnuna. Hvað var til þess að þið akkurat ákváðuð að koma og gera þetta? Sko, ég var búin að vinna í ferðaþjónustunni fyrir sunnan í nokkur ár og Þórhallur var búin að vera að sigla í Suður-Ameríku og þannig að við vorum rosalega sjaldan saman og en svo vissum við svona að þetta var alveg til sölu og vorum svona búin að vera að gæla við þetta og svo bara hringdum við í Auði sem átti þetta og svo bara getum við þetta. Já, sjá ekki það var bara svoleiðis. Já, þannig að nú eru þið meira saman. Já. Þegar þetta rekur enginn með annarri hendinni. Nei, ekki með einari. Ja, við erum eiginlega meira saman og meira sundur líka, sko, því að við erum búin að vera svona sitt á hvað
Yfir vetrartíman. Yfir vetrartíman, sko. Já, þið eru með þetta opið allan ársins hring. En sem sagt núna þá erum við náttúrulega bara saman í sumar og erum hérna bæði, stjórnum þessu saman. Já. Útlendingarnir koma allstaðar að? Já, allstaðar frá? Já, allstaðar á heiminum. Já. Sko, er þetta ekki orðið öðruvísi? Er fólk að staldra lengur við eða er þetta fólk sem er að flýta sér hringinn í kringum landið og ætlar bara að merkja við svona í boxið að hafi komið á Húsavík? Já, það er náttúrulega sko, fólk kemur hérna sánsagt flestir út af hvalaskoðuninni. Já. Og það náttúrulega hefur líka hjálpað til við að sko teygja tímabili í báðar áttir er að hún er farin að byrja fyrr og hætta síðar. Já. En svo náttúrulega, en það er mjög mikið af fólki sem vil vera eina nótt af því að sko það getur ekki klárað þennan demanshring út af ástandi vega. Ef að ástandi vega væri fullnægjandi og bóðalegt þá myndi fólk staldra lengur við og bara nýta meiri þjónustu á svæðinu og svoleiðis. Förum við að sí það? Hvað er með þennan veg sem að hvað vantar? Vantar ekki bara nokkra sentimetra á kortinu? Það liggur við, en þetta er óskiljanlegt. Algjörlega óskiljanlegt. Já. Við hefðum viljað sjá að þessu væri bara fyllt eftir og þetta klárað. Já. Því að það eru þarna, við verðum áþreifanlega vör við að fólk er bara með sinn GPS og sér þennan veg á kortinu og vill fara. Og svo náttúrulega rekur það í rógastand þegar allt er ófært. Já, það er ekkert langt síðan að það var einmitt mjög ófært þarna. Nei, það er nú bara búið að vera mikill snjór í vor, þannig að það er búið að vera, og núna bara síðast held ég bara sé einhver hálfur mánuður eða eitthvað síðan að það voru 2 Spánverjar sem voru bara á leiðin upp í Mývatnssveit, sko. Og þeir fóru allir að fara á Hólasand og þeir voru konir hérna einhverja 20 kilometra frá Húsavík þegar þeir sátu bara fastir og það er í maí? Já, það er í maí og þeir hringdu neyðarhringingu í mig og sögðu ekki komast aftur og bakkaði áfram. Vissu þeir að þú ættir flugvél eða? Já. Hvað var málið? Nei, þeir vissu það nú ekki. En ég hringdi í lögregluna og þeir aðstóðu við að kalla út björgunarsveit og hjálpa þeim. Já. Þetta er náttúrulega þessu verður að kippa í lag. Já, þetta er alveg forkastanlegt að þessu sé fresta aftur og aftur og aftur, sko. Já. Og svo náttúrulega svona líka við tölum kannski meira það á eftir en bara að það verði beint flug hingað frá útlöndum. Já, það verður náttúrulega æðislegt. Þóttirnar fær að lenda hérna, þá er við Árból fljótt að springa. Já, sérstaklega líka af því að sko ástand vega á Íslandi er ekki svo beysið. Nei. Að til dæmis fólk sem ætlar að vera á Norðurlandi, það þarf að fljúga sko á Suðvesturland til þess að keyra norður. Já. Heldur en það gæti bara flogið beint hingað. Þessi punktur, honum er komið á framfæri. Já. En þið farið bara bjartsýn inn í sumarið, er það ekki? Hvernig er bókanirnar? Þar okkur vantar bara meira gistipláss. Já, það er þannig. Já. Hvað eru þið með pláss fyrir marga? Við erum með 10 herbyggi hérna í þessu húsi. Já. Og hérna frá eins og upp í 4 manna. Og svo keyptum við nýtt gamalt hús í fyrra vor. Apótekið og apótekarabústaðinn hérna í Stóragarði 13 og erum smátt og smátt að breyta því líka í gistirými. Já, þið gerir það með hinn hendinni? Já, við gerum það svona á dauðatímanum. Það er ekki að spyrja bjartsýninni í okkur. Þannig að þið farið glöðin í þetta og bara, en takk fyrir að leyfa okkur að vera hérna hjá okkur. Já, bara verið velkomin. Já, ég ætti að fá marga góða gesti hérna í þáttinn og við hittum einmitt mann hér á eftir sem veit svo mikið ferðaþjónustuna hér á svæðinu.